daginn og velkomin í Silfrið á þessum fallega en snjóþunga degi. Ég ætla að byrja á því að fara hérna yfir borgarmálin með nokkum borgarfulltrúum. Vill svo skemmtilega til að bera ábyrgð á snjómokstri á höfuðborgarsvæðinu. Síðan kemur til mín Ragnar Aðarsteinsson, hæstaréttarlögmaður. Við ætlum að fara yfir niðurstöðu endurupptökunefndar í Geirfinns og Guðmundamálunum sem að lágu fyrir núna fyrir helgi. Og síðan kemur til mín Sóley Bender, sérfræðingur í kynheilbrigði. En það nefnd á hennar vegum skilaði fyrir helgina niðurstöðu í endurskoðun á lögum fóstureyðingar og fleira. En við byrjum á borgarmálunum. Velkomin Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi Framsóknar og Flugvallarvina, Skúli Helgason, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar og Espið Blöndal, borgarfulltrúi Bjartar framtíðar og formaður borgarráðs. Byrjum aðeins á svona máli málana. Það er mikið fannfergi og svona illfært í Reykjavík. Hvernig standa snjómokstursmálin hjá ykkur? Þau standa nú alveg þokkalega með allt, það er láni jólun eða sunnudagur. Staðan væri kannski aðeins verri ef að þetta hefði gerst á morgun. En það fóru allir bílar, 10 bílar á okkar vegum út klukkan 3 og svo bættist við klukkan 4 í nótt. Og þannig að það eru öll tæki úti í raun og veru og verið að leita leiða til að fá fleiri inn. Allar svona bak- og auka og skávaktir. Við erum líka með sjálf svona traktora til að móka gönguleiðir, hjól- og gönguleiðir og höfum verið ásamt því kallar út sko leiðsauki frá þeim sem við vitum að eiga svona traktora. Þannig að Þetta gengur nokkuð hratt fyrir sig, þetta lagast mikið frá því í morgun þegar áherslan er á stofnleiðirnar og það gengur alveg þokkalega. Húsagöturnar svona tínast inn ein af annarri en við gerum nú ekki ráð fyrir að komast yfir þar allar. Það tekur einhverja daga að vinna upp svona mikið fannfergi, sko. Þið mælið áfram með því að fólk haldi sig heima ef það mögulega getur? Já, sko, nú er Silfrið, hvað er þetta? Klukkutíma. Ok, þá hefur fólk alveg ekkert að gera í klukkutíma, verið þá heim í klukkutíma. Já, ég held að fólk ætti nú að bara reyna að njóta, kannski það er hægt að labba, maður fyrir bara í gönguskó og Út að leika? Út að leika, það er mikið útlendingum út að leika en svo bara aðeins varandi strætó, það er líka, af því að strætó náttúrulega lendir líka í vanda þegar svona kemur upp og hann er ekki byrjar að ganga en við vonum að það sé hægt að koma það verður aðtúa með stofnleiðirnar allavega þessar aðal 1 og 6, svona 12-leytið ferðaþjónusta fatlara hún kemst ekki neitt en það verður aðtúa svona 3-leytið hvort að verður ekki hægt að vinna þá upp einhvern hala en já, þetta er bara svona fjör minni mig á það er nú ekki byrjað, 2011 þá snjóaði þetta alltaf mikið þá var gerð tilraun til að reyna að sýna vanhæfi þáverandi borgarstjóra Jóns Gnarr með því að hann væri bara alveg vonlaus að móka snjó. Er Dagur ekki örugglega út að móka núna? Dagur er alltaf út að móka. Jón var út að móka. Örugglega móka hjólastæð. Jón fór út sko og ýtti bílum þetta kvöld. Gerum það fyrir að Dagur sé að því núna. Við getum hringt í hérna eftir þegar það þarf að losa bílan okkar Áslaugar. Hann er reyndar í Hjúston. Förum aðeins í þessi samgöngumál, svona burt séð frá snjónum. Það er mikið verið rætt samgöngumál í borginni, núna þetta kjörtímabil. Áherslan hefur verið á að koma fólki sem mest úr bílunum sínum og inn í almenningssamgöngur og hjól. Samt sem áður náttúrulega eru lang flestir Reykvíkingar keyrandi. Hvað segið þið svona þessar áherslur meirihlutans og hvernig finnst ykkur þetta hafa gengið, Áslaug? Þetta hefur náttúrulega, sko, það sem einkenni þennan meirihluta er einmitt þetta, sko. Það er verið að sniðganga meiri hluta borgarbúa sem ferðast á bílum og það þarf að finna lausnir á umferðarvandanum sem er orðinn gríðarlega mikill. Hann er orðinn mikill og það er ekki hægt að bjóða fólki upp á þetta. Það á ekki að þurfa að bíða umferðarteppur og bara það er ekki nógu gott flæði og það virðist ekki vera nein almennileg framtíðarhugsun í gangi hjá meirihlutanum í Reykjavík. Þetta bara liggur ekki fyrir. Svo fyrir utan það að það er svona þessi áhersla á að hvað getur maður sagt, að svæla fólk út úr bílunum sínum sem ég held að sé bara ekki rétt. Það þarf auðvitað þarf að
auðvelda fólki að taka almenningssamgöngur og nota vistvæna ferðamáta. Auðvitað allir flokkar í borgarstjórn styðja það. Það sem hins vegar ólíkt okkur og þeim að við sniðgöngum ekki meirihluta borgarbúa. Við hljótum að skilja það að fólk ferðast á bílum. Það ennþá 75% ferða farnar á bíl og það hlýtur að gefa auðarleið að þessum hópi verður að sinna. Sammála þessu? Já, ég held að sko allir flokkar í borgarstjórn eru sammála það þurfa að vera valkostir og fólk eigi að geta ferðast í borgina hvort sem það er á bílum eða í almenningssamgöngum, hjólandi eða labbandi. Það eru auðvitað stefna þess að meirihluta að fækka almenningsbílunum. Til þess að svo megi vera mögulegt þá þarf auðvitað að vera valkostir og í dag eru þeir ekki almenningssamgöngurnar, þær eru ekki nógu greiðar, strætó, hann gengur ekki nógu ört þannig að fólk þarf að bíða of lengi til þess að strætó sé valkostur fyrir marga þá þurfa ferðirnar að vera oftar. Það eru auðvitað búið að þrengja mikið af einkabílnum og það auðvitað töluvert stór fjöldi borgarbúa og annars sem sækja borgina sem ferðast á einkabílum. Það búið að þrengja götur. Það erfitt að keyra borgina á háannatímum. Það erfitt að komast á milli staða. Þannig að þessi stefna meirihlutans að þrengja allt saman að meðan að almenningssamgöngur ekki komnar í það horf sem að mögulegt væri, að það það bara ekki að ganga upp. Skúli, hvað segir þú þetta? Standið ykkur ekki nógu vel? Já, sko, mér finnst umræðan, hún dálítið svarthvít. Það þessi hugtök sem eru notuð stundum í umræðinu sérstaklega aðförun að einkabílum sem mjög fyndið finnst mér. Það ákveðin tilraun til þess að halda umræðinu á þessum svarthvítu nótum en það fer töluvert fyrir samt þessari gagnrýni hjá þeim sem að að keyra. Þeim sem að nota hana. En kveikjan að þessu einmitt spár framtíðina og það nákvæmlega út af spám það hvað gerist ef við bregðumst ekki við sem að þessi stefna í gildi, sem að gengur í grunninn út á það að virða það að þarfinnar eru mismunandi og fólk vill hafa ákveðna fjölbreytni. Ef við myndum ekki að treyfa okkur varðandi það að byggja upp almenningssamgöngur, byggja upp aðstöðu fyrir þá sem vilja hjóla eða ganga, þá fjölgar hér bílum 70.000 til viðbótar við alla þá sem eru núna á höfuðborgarsvæðinu. Og þá getum við ímyndað okkur hvernig líður okkur snemma á mótnana og síðdegis þegar við erum að fara til og frá vinnu. Þannig að við erum einmitt að bregðast við því og einmitt líka að tryggja það að fólk komist greiðar í framtíðinni, þeir sem eru á bílum, en líka að almenningssamgöngurnar og þessir valkostir sem ég nefndi séu raunverulegir. Auðvitað tekur þetta ákveðin tíma en við erum samt að sjá mikla framfærir, mikla aukningu í notkun á til dæmis strætó og almenningssamgöngum almennt. Ég tala nú ekki þá sem að fara hjólandi og það er held ég nákvæmlega það sem við viljum sjá. Björn, sko, bílum hefur náttúrulega fjölgað hérna alveg gríðarlega mikið með auknum fjölda ferðamanna. Það er sko, burtséð frá þessari stefnu ykkar, ég meina hefur ekki allt og lítið verið gert til þess að þrýsta á samgöngubætur á til dæmis þeim götum sem að Vegagerðin sér og í rauninni líka þeim götum sem að borgin með í sinni umsjá, miðað við þessa gríðarlegu fjölgun. Ég þóttum kannski þá að skilgreina samgöngubætur. Sko, það sem að, mér langar aðeins að bregðast við það sem að það kollegar okkar hérna hinum megin við þig sögðu. Það var talað um að það væri engin stefna sem auðvitað, já, það athyglisvert. Það mjög skýr stefna samgöngumál í borginni, birtist í aðalskipulagi og reyndar manneskjan Áslaug Friðriksdóttir sem sagði að það væri engin stefna, ég man ekki betur en hún hafi samþykkt þetta aðalskipulag á sínum tíma. Þar gert ráð fyrir að þeim sem ferðast, eða semst ferðum í einkabíl, fækki að verði komnar árið 2030 niður í 58%. Það nú ekki meiri aðför á einkabílnum með það. Og það sem fyrst og fremst verið að gera með því að reyna að beina fólki inn í almenningssamgöngur, hjól og ganga, það ekki að koma fólki út úr bílunum sem það núna. Það verið að fjölgunin sem að óneitanlega verður, hún fari ekki öll inn á götuna. Vegna þess einfaldlega að við munum aldrei vera með gatnakerfi hér sem þess eðlis að ef öll svo fjölgun sem verður á höfuðborgarsvæðinu til 2030
ferðast allra sinna ferða eða sem sagt segjum bara 75% sinna ferða í einkabílum, þá verða hér meiri háttar tafir og það er alveg sama hvað við byggjum mörg mislæg gatnamót eða hvað, alltaf verða einhverjir tappar, einhverjir flöskuhálsar þar sem að biðin verður. Þannig að mesti ávinningurinn fyrir alla, ekki síst þá sem að keyra bíla og ferðast sinna ferði bílum, er að koma sem flestum í strætó eða á hjól eða að ganga. Það er búið að gera það er búið að fara í gríðarlega uppbyggingu á hjólreiðastígum sem að skila bara mjög fínum árangri. Þetta er mikið notað, gangandi, þeim fjölgar líka og síðan er þetta þannig að hugmyndin þéttingu byggðar byggir á því að þú þurfir ekki umfangsmikil samgöngutæki til að komast inn að ferða, að þú getur gengið meira. Ég held í rauninu það sem Björn er að segja, þess að ég sagði áðan, það eru allir flokkar sammála því að það þurfi að auka valkostina og það er engin flokkur sem segir bara þá bara vera þessi gerða af faratækjum. Þannig við til dæmis í Framsóknarflokknum eru fylgjandi því að það séu þetta valkostir, fólk getur tekið strætó, getur labbað, getur hjólað og síðan borgarlínan sem er svona þverpólitísk sátt framtíðina í rauninni í borgarstjórn. En það verður auðvitað að vera grundvallaratriði til þess líka að breyta hegðunarmynstri fólks er í rauninni að það sé mögulegt að taka strætó. Og meðan að við erum með lengri tíma heldur en 10 mínútur á milli ferða, þá getur þetta ekki verið valkosti fyrir marga. Svo ég taki aðeins boltan hérna því að Björn var að nefna að væri til ákveðin stefnumörkun sem er rétt með aðalskipulagi. Hins vegar það sem ég er að vísa til er að það vantar algjörlega innan aðalskipulagsstefnunar einhverja hugmyndafræði hvað varðar umferð. Nú er til dæmis til að samþykktum að fara að lækka hraða á stofnbrautum. Þetta var ekki skilgreint í aðalskipulagi. Þetta er bara í raun og veru, ég veit ekki til hvers þessi tillaga er því að ég get ekki séð að hún muni leysa neitt úr þeim umferðarflæðisvanda sem við eigum við að glíma. Og það er það sem við erum að vísa í. Það þarf að skoða umferðina og hvernig hún gengur betur fyrir sig og það þarf að fara að skilgreina hvar í raun og veru á að bæta flæðið, með hvaða hætti, hvaða götur eigum að nota vegna þess að það eru tappar á þessum tveimur meginlínum sem liggja svona í gegnum í raun og veru borgina að þvera eða eftir nesinu eins og staðan er. Þannig að það að segja já, skipulagi liggi fyrir einhver framtíðarsýn umferðarflæði er ekki rétt. Svo ég nefni annað til dæmis, þá bara eins og Parísarborg er að gera núna. Þau eru að fækka umferðarljósum með öllum tiltækum ráðum. Þau eru að fækka 1000 umferðarljósa vegna þess að þar eru slysin. Slysin eru mest á ljósum og til þess að bæta umferðarflæði. Hér mætti náttúrulega auðvitað að fara að hugsa eitthvað slíkt. Ég veit að fólk er á móti mislægum gatnamótum, stórum og groddaralegum, en getum við ekki farið að skoða einhverja aðra lausnir? Ég er sannfærð að þær eru til. Maður spyrjast þessu, Parísarborg reyndar er fyrst og fremst að miða því að fækka bílum. Það er aðal átaki í Parísarborg og það sprettur af því að bæða bílarnir er alltaf margir og komast ekki ferða sinna og svo er náttúrulega mengunin að þeim gríðarleg. En það er alveg rétt að það er, gatnakerfið í Reykjavík í raun og veru er bara mjög fínt fyrir utan svona 3 klukkutíma á dag og þessir 3 klukkutíma þeir eru bara alls ekki góðir. Og það er auðvitað mjög slæmt ef þú ert kannski hálftíma 45 mínútur að komast neðan úr bæ og upp í Breiðholt. Hvað er verið að gera til þess að vinna á þessu? Já, það er náttúrulega fyrst og fremst Það er ekki verið að gera neitt. Það er verið að þrengja til þess að það verið enn erfiðara. Það er alveg ótrúlegt. Það er ekki rétt. Við erum auðvitað að skoða mjög mikið, núna erum við með heilmikið prógram í gangi sem undir formerkjum þess sem kallast Smart City, þar sem er verið að skoða svona umferðarstýringamöguleika. Þeir hafa í raun og veru aukist mjög mikið. Þú getur breytt flæði, breytt ljósastýringum eftir álagstíma og svo framvegis sem er tækni sem hefur ekki verið almennilega nothæf fyrir nú. Það eru miklu möguleikar í þessu og síðan er það auðvitað að auka tíðni almenningssamgangna og það er fyrsta aðgerðin. Það er byrjað á leið 1 og það þarf að gera það á stofnleiðunum því að það er massaflutningarnir þeir leysa mest. Er þetta ekki byrjaðurinn á skökkum enda? Er ekki erfitt þegar, einmitt eins og þær hafa verið að segja, þegar það er ekki allt tilbúið, það kemur að hjólreiðastígum, strætóferðirnar eru þannig, maður sér það á samfélagsmiðlum að fólk þarf að fara
fyrir úr bíó til þess að ná síðustu ferðinni heim af því að strætó gengur ekki nægilega seint. Þar þyrfti ekki almenningssamgöngukerfið og einmitt svona eitthvað hjólaskipulag vera tilbúið áður en að farir í það einmitt að þrengja að umferðinni. Ég held líka að gleymist svolítið í þessar umræðu þegar við erum að tala um aðalskipulag í samhengi við samgöngur að þetta hangir líka allt saman við uppbygginguna á húsnæði í borginni. Þétting byggðar, gengur reyndar þannig núna að við erum að fara inn í mesta framkvæmdatíma sem að sést hefur á undanförnum áratugum. Ef menn fara, segjum bara rúmlega 40 ára aftur í tíman, þá finnum við hvergi merki eins langt tímabili eins og við erum stödd í það sem er svona mikil uppbygging á hverju ári. Við erum að tala um núna. Við erum að fara að vinna upp 10 ára vanda, þannig það ekki eins og það sé núna. Það voru 399 fullgerðar íbúðir í Reykjavík á síðasta ári, þannig að það gengur allt of hægt, meðal annars út af þessu þéttingarstefnu ykkar í meirihlutanum, þar sem ekki úthlutað lóðum í borginni. Og það náttúrulega búið að skapa þennan vanda sem við erum stödd í dag, þessi þéttingarstefna og lóðaskrárstefna meirihlutans. Þétting góð ein og sér, en það verður að vera hægt að fjölga lóðum vegna þess að það verður að vera lóðir svo hægt að byggja á. Og þetta sem þykir í meirihlutanum að hafa einungis úthlutað 5 fjölbýlishús á lóðum á fyrsta 31 mánuði kjörtímabilsins með fleiri en 5 íbúðum þetta bara skömm. Þetta eru 1300 íbúðir á hverju ári núna. Sem fasteignafélögin eru búin að vera að vinna í því að byggja upp og vinna í plani frá því árinu 2010. Þetta eru 1300 íbúðir á ári sem eru byggðar upp núna þessi 2 ár, bæði í fyrra og þessu ári, ef ég má rétt klára. Við erum að fara inn í tímabil þar sem að við verðum með milli 1000 og 1300 íbúðir á hverju ári, næstu 5 til 8 árin. Byggða þau hraðum þetta fasteignafélögunum. Þið neitt tímabil síðustu 45 ára. Byggða þau hraðum sem handlar fasteignafélögunum skuli. Og samhengið þetta, af hverju verðum við þéttingaráformum? Nákvæmlega til þess að koma til móts við það að við viljum gera umferðina þannig að fólk komist greiðar á milli staða. Við sjáum það líka í tölfræðinni varðandi almenningssamgöngurnar. Unga fólki að velja strætó í miklu meira mæli en það gerði þegar við vorum á þeirra aldri. Það orðið töff að fara í strætó. Það bara merki það að þjónustan, hún fer stigbatnandi og við myndum ekki sjá fjölgunna ef að þetta væri rétt sem að minnihlutin að halda hérna fram. En nú að byggjast upp byggðir allt í kringum Reykjavík, þannig að það ekki alveg hægt að vera með svona einhvern veginn opaslega þrönga sýn bara á Reykjavík og þéttinguna innan Reykjavíkur. Byggðir að þéttast í kringum borgina. Það hefur líka áhrif á umferðarflæði innan borgarinnar og að sjálfsögðu verður að skoða það í heildarsamhengi. Svo nú gaman að heyra að framtíðarsýnin hjá meirihlutanum sé að leysa umferðarflæði með farsímum. Mér finnst það afar athyglisvert, bara að flytja fólk einhvern veginn þá. Ég var ekki alveg að skilja hvað Björn var að tala um. En ég tek undir það sem Guðfinna að segja í lóðamálunum. Það náttúrulega hlutverk borgarinnar að vera með framboð á lóðum. Þau segja alltaf að það engin eftirspurn eftir lóðum. Ég hef heyrt nú marga í meirihlutanum halda því fram að fólk bara vilja ekkert með lóðir gera. Hvað heldur fólk eiginlega, þú verður að hafa lóðir til að geta byggt hús, til að geta fjölgað íbúð. Það nóg svæði til og það engin vilji til að nota það. Förum aðeins hérna, við erum greinlega búin að færa okkur aðeins yfir í húsnæðismálin. Björn, þið svona upprunalega í besta flokknum og síðan Bjartri framtíð komið svona aðeins úr annarri átt inn í pólitíkina og þetta náttúrulega eitt stærsta málið sem hefur verið rætt á þessu kjörtímabili. Það húsnæðisskorturinn og svona erfiðleikar, sérstaklega ungs fólks, að komast í eigið húsnæði eða vond staðir á leigumarkaði. Þú hlýtur að vera svolítið svektur yfir því hversu hægt þetta hefur gengið. Það náttúrulega vissulega eitthvað farið á stað. En það náttúrulega eins og Guðfinna var að segja, stór hluti kjörtímabilsins á stóru hluti kjörtímabilsins var mjög lítið byggt. Já, það græði svo sem enginn eitt af því ég sé svektur og það byggjast engar íbúðir á því. Hins vegar þá var þetta þannig að það var ekkert í gangi frá 2008 næstu getum við sagt og pikkar ekki upp fyrir eins og 2012. Þannig að það þannig 4 ár sem að ekkert gerist. Fólki fjölgaði alveg, okkur fjölgaði alveg samt á þessum tíma og þar á leiðandi var farið í að gera svona nokkuð, ansi metnaðarfulla húsnæðisáætlun sem var í vinnslu 2012 og svo nú komið til framkvæmda núna 2014.
fjöldi þeirra íbúða sem í byggingu náttúrulega í gríðarlegu hámarki og alveg rétt, hann gæti verið meiri, ég samt ekki viss hann gæti verið mikið meiri. Þú veist, við höfum bara ekki endalausa getu til uppbyggingar. Það eru auðvitað margir þættir sem spila inn í þetta, varðandi til dæmis húsnæðisverðið. Sko, við eigum fullt af svæðum innan borgarinnar, ríkið á fullt af svæðum og það fullt af auðum svæðum innan borgarinnar. Og það mjög slæmt og það afleitt ef að fólk ætlar að fara að snúa aftur til þeirrar útþenslu stefnu sem var hér í gangi fyrir hrun. Það auðveldast að brjóta nýtt land bara upp til heiða. Það langa einfaldast, nema hvað það skapar mest vandræði til framtíðar. Það sem að gerist það að íbúðaverðið auðvitað mjög hátt. Og hluti af því leiðréttingin ágæta, sem auðvitað gerir það að verkum að þegar að leiðréttingin framkvæmd þá eykst kaupgeta þeirra sem að eiga húsnæði fyrir, sem að leiðir til þess að fasteignaverð hækkar og gerir það að verkum að þeir sem ekki eiga fyrir húsnæði, þeir lenda aftar og aftar í röðinu. Það erfiðara fyrir þá að kaupa. Ok, þá hugsanlega lausn á því að reyna að fjölga leiguíbúðum. Það í gangi, það var ágætisvinna sem var unnin af síðustu ríkisstjórn undir forystu Eyglóar Harðardóttur. Það var allavega mikill vilji. Svo eru fólk ósammála nákvæmlega hvernig til tókst. Það var mikill vilji til þess að koma að því að byggja hér upp fjölbreyttari húsnæðismarkað. Félög eins og ASÍ hafa stigið þar inn, ætla að byggja upp 1000 íbúðir núna næstu árum. Það eru leigufélög, það eru non-profit félag eins og Búseti sem að byggja mikið upp. Búseti ekki non-profit félag, hann skiptist bæði non-profit og ekki non-profit félag. Fyrir utan það alveg hlægilega. Það er leiðilegt sjóvars ef þið grípa alltaf fram í. Það 900 íbúðir sem í byggingu á síðasta ári. Það tæplega 1000, það sama á þessu ári. Byggingarhraðinn gríðarlegur og ég sé ekki þessi Úlfarsárdalslausn sem að þær kollegar okkar hér að nefna. Ég hef aldrei skilið alveg þá lausn á að bæta þar inn mörg þúsund íbúðum. Við höfum nú þegar stækkað Úlfarsárdalshverfið töluvert, öfugt við það sem að meiri hluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknar held ég gerði 2008, þá minnkuðu hverfið. Þannig að það auðvitað frálegt að segja sé ekkert aðgert. Það meiri uppbygging nokkuð sinni fyrir, en fjölgunin mikil, eftirspurnin mikil, þetta borg í miklum vexti. Það áhugavert varðandi Úlfarsárdalina því að það verið nefnt sem svona einhvers konar symbol, einhvern sýnidæmi lóðaskort, en það þó búið að útluta 330 lóðum nákvæmlega þar. Og alveg rétt sem Björn nefndi að einmitt 2008 þá var íbúðunum fækkað 200 af Sjálfstæðisflokknum, úr 900 í 700. Núna erum við með endurskoðað deiliskipulag sem gerir ráð fyrir fjölgun íbúða 500. Þannig að jafnvel þar sem að allt á þó að vera í kalda koli og engar lóðir mikil fjölgun og síðan verið að fjölga á öllum þéttingarreitum. Þetta var helsta kosningaloforð Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar. Það var hröð og mikil uppbygging. Ég spyr bara eins og ég spurði Björn, ég meina þið hljótið að vera svolítið svektið við hversu hægt þetta fer á stað og af hverju fer þetta svona hægt á stað? Ég meina, sko, ef þið eru að byggja 1000 íbúðir núna, ef þið hefði gert þetta á hverju ári, þá hefði náð 4000 íbúðum á kjörtímabilinu. Já, við skulum hafa í huga, við tölum það að borgin myndi stuðla að því, beita sig fyrir því að það byggðar milli 2500 og 3000 leigu- og búseturéttar íbúðir á kjörtímabilinu á næstu 3-5 árum. Það stefnir allt í að það muni nást og jafnvel að við förum talsveit yfir það. Gjör svo vel. Þið viljið byggja í Úlfarsárdalnum? Já, ástæðan fyrir því sú að húsnæðisstefna borgarinnar sett árinu 2011 og síðan liðin 5,5 ár. Ástand í húsnæðismálum í Reykjavík hefur ekki verið svona slæmt í áratugi. Í húsnæðisstefnunni sagt að allir borgarbúar eiga að hafa kost á húsnæði viðráðanlegu verði, hvort sem fólk þarfnast stuðning með sin húsnæðismál eða ekki. Og við vitum hvernig það núna. Ástæðan fyrir því að við höfum í minnihlutanum, höfum ítrekað bent á það að það þurfa að byggja meira í Úlfarsárdalnum, vegna þess að flestar þær lóðir sem verið að byggja á í borginni búin að vera í höndum fasteignafélaga og banka í mörg ár. Þetta eru dýrar lóðir, þetta dýrt húsnæði, það sést að fasteignaauglýsingunum þegar þessar íbúðir hafa komið til sölu og þetta eru mjög dýrar íbúðir. Þessi félög ekki að fara að byggja þessar litlu ódýru íbúðir sem að þarf. Þar af leiðandi höfum við sagt, þar sem borgin hefur svo fá svæði
vestan Elliðaár til þess að úthluta lóðum á, að þá er leið borgarinnar til þess að úthluta lóðum í Úlfarsárdalnum þar sem verið að leggja mikið fjármagn í að byggja upp innviðina þar. Ef við tökum eins og til dæmis Vogabyggðina sem er næsta stærsta uppbyggingaverkefni hjá borginni, þá er búið að taka núna í haust 5 ár síðan að það byrja að vinna í því verkefni. Deiliskipulag er ennþá ekki klárt, þannig við sjáum hversu langa tíma svona vinna tekur. Þar eru til dæmis meira og minna alla lóðirnar í höndum Hamla sem er dótturfélag Landsbankans. Það fer auðvitað ekki að byggja upp, heldur selur ykkur öðrum. Það er svona sirka 60% af lóðunum þar. Nokkra aðra lóðir eru í höndum stóra félaga og síðan auðvitað einstaklinga. En borgin á í rauninni sjálf bara 2 lóðir á þessu svæði. Þannig að umráðin yfir lóðunum hjá borginni sem verið að byggja á er í höndum annar aðra heldur borgarna. Og til þess að það sé hægt að byggja íbúðir eins og til dæmis fyrir ungt fólk sem er gjörsamlega útist úr borginni með þessar lóðarskotstefnu meirihlutans, þá er Úlfarsárdalurinn svarið. Varðandi eitt sem ég misskilningur hér áðan, auðvitað er búsettur non-profit félag. Ég var að hugsa að það er bæði fólk þar innan og utan eigna og tekjumarka, þannig að ég rugla þessu smá saman. En þetta er auðvitað vandamáli. Unga fólki hefur ekki ráð á því að kaupa húsnæði í borginni. Varðandi leiðréttinguna, þá er það auðvitað ekkert orsökin fyrir ástandinu eins og það er í borginni. Orsökin fyrir því að ástandi er eins og það er í borginni er vegna þess að það vantar framboð og húsnæði og við munum verða núna eflaust næstu 5 árin að ná í skottið á okkur. Það er auðvitað núna verið að vinna að verkefnum sem að munu koma dagskrá næstu árin eins og til dæmis Vogabyggðin og Elliðaárvogurinn og Ártúnshöfðin. En þetta er auðvitað allt saman framtíðar. Núna þurfum við að byggja, það voru 399 íbúðir fullgerðar í Reykjavík á síðasta ári. Byggingafulltrúi reiknar með að það náist að fullklára 600 íbúðir á þessu ári. Það tekur tíma að byggja við vituna, en það sem er að koma út á markaðinn er dýrt húsnæði. Já, ég tek undir það. Ég held að Úlfarsárdalurinn er lykillinn að því að auka framboð á íbúðum hratt og örugglega í Reykjavík. Hins vegar finnst mér alveg fáránlegt að heyra hér að þessi talaði að það sé ykkur upp til heiðastefna að fara að byggja þar. Úlfarsárdalurinn er bara í nokkurn veginn miðsvæðis. Það er ekki hægt að horfa bara á Reykjavík, horfðu á þéttbýlið. Mosfellsdalurinn er rétt fyrir ofan. Þar býr fullt af fólki sem keyrir til Reykjavíkur á hverjum degi. Það fer fram hjá Úlfarsárdalnum. Þannig ég skil ekki, svo er það bara hlutverk borgarinnar að endurskoða aðalskipulag, sérstaklega og helst löngu áður en til neyðar ástands kemur. En það er það sem meirihlutinn hefur því miður látið viðgangast er að vera algjörlega afskiptalaus og leyft neyðar ástandi að skapast í Reykjavík, í húsnæðismálum í Reykjavík með algjöru aðgerðarleysi. Það er því miður raun. Og svo er bara í boði ykkar er í raun og veru verið að úthýsa efnaminna fólki og stuðla fátækt í borginni. Er það ekki rétt að í þessu, það sem þær kalla neyðarástandi, að þá væri það valkostur að byggja hratt og örugglega og mögulega með einhverjum afslætti gatnagerðargjöldum eða eitthvað slíkt á svona svæði eins og Úlfarsárdalnum? Það er verið að fjölga íbúðum töluvert þar. Við hefum líka svæði eins og Skerjafjörðinn sem við getum byggt upp á. Það er land sem við höldum á. Ríkið heldur... Það er sem sagt endin á neyðarbreytinni sem búið að loka, já. Já, sem er auðvitað búið að vera í svona svolítið limbói en nú kannski skýrast. Þetta er svo sem, og þessi flugvallarumræða auðvitað tengist þessu. Það var auðvitað mjög gott að fá það land sem fyrst til uppbyggingar en tefst eflaust í einhver ári viðbót. Ríkið heldur á þó nokkrum lóðum sem að væri hægt að hefja uppbyggingu á. Þetta þarf ekki, það er ekki þannig að þetta þurfi alltaf að vera já sko þessi Úlfarsárdalslausn, hún er ekki, þetta eru upphrópanir raun og veru hjá okkar ágætu kollegum hér. Þessi lausn er engin heildarlausn. En er það ekki rauninni að reyna að bregðast við, eins og segi, neyðarástandi? Lesið skýrslu byggingafulltrúa og halda því fram að sé algjört aðgerðarleysi. Það er náttúrulega svona hálfgjört grín einhvern veginn. Nei, þeir eru mjög pissivera. Fasteignafélögin er á fullu björn, það veistu. Borgin er ekki að gera neitt nema skipuleggja til langs tíma. Tiltrú á því sem er í gangi, á okkur sem kjörnum fulltrúum. Ef við erum með svona einhverjar upphrópanir sem að eiga sér
enga stoðir. Sem nokkuð tíma hefur verið í gangi í borginni. Það er algjörlega merkilegt hvað í raun og veru þið bara takið ekki ábyrgð. Þið takið ekki ábyrgð á því hlutverki sem þið hafið. Borgarstjóri er búin að þylja upp hérna í nokkur ár það sem aðrir eru að gera í borginni og hann hefur komist upp með það sem að því meirihlutanum hafi sýnt algjört getuleysi varðandi gjöldin, að þá hefur það verið þannig að það er innheimt gatnagerðargjöld og svo kallað byggingarréttargjald sem er í rauninni þá orðinn tvöfaldur lóðakostnaður, en meirihlutin, hann er að fara að rukka meira því að það verður rukkuð svo kallað innviðagjöld í Vogabyggðinni til þess að byggja innviðina samtals upp 5 milljarða, þannig að lóðagjöldin verða þreföld. Meirihlutin hefur haldið fram að það sé vegna þess að það sé borginni raun að innlesa þann hagnað sem að þessir eigendur eiga á þessu svæði, en auðvitað mun bara byggingarkostnaðurinn aukast. Annað að þessi nýju lög sem að voru tóku gildi nýlega varðandi stoppframlögin, að það segir varðandi þessar íbúðir sem er fyrir tekjuminni einstaklinga, meðal annars þessar ASÍ íbúðir sem á að fara að byggja, að þar eigi ríkið að greiða 18% stoppframlagi og sveitarfélögum 12%. Hingað til hafa einungis verið innheimt gatnagerðargjöld af lóðum fyrir stúdentaíbúðir. Hvað var gert núna þegar borgarstjóri fór út á tún, settist niður og skrifaði undir samkomulag það að náttúrulega úthluta lóðum fyrir samtals 300 íbúðir á næstu 10 árum. Það er ekki eins og að sé að fara að gerast á morgun, það eru 10 árum. Og þá er sagt að þá borga stúdentarnir að borga gatnagerðargjald og byggingarréttargjald, en byggingarréttargjald verið fellt niður af því það sé framlagi á grundvelli lagana. Þannig borgin er sjálfsög ekki fara að gera neitt og að finna snúningin á þeim lögum strax. Þetta skipti öllu máli bara að hafa í huga það sem að hér hefur komið fram í þessar umræðu. Við erum nákvæmlega að uppfylla þau fyrirheit sem við sögumst að gera, þessi meirihluti, nákvæmlega sama hraða og við erum að tala um. Og við höfum einmitt tekið mið af könnunum sem sýna okkur að unga fólki vill ekki síst búa þarna í nágrenninu við háskólana í miðborginni og vestan. Og það er einmitt verið að úthluta 1000 stúdentaíbúðum, við erum að vinna með félagsstofnun stúdenta, byggingafélagi námsmanna, nákvæmlega til þess að uppfylla þessar hluti. Síðan þarf að bætast við sérstakar aðgerðir í samvinnu við ríkið að mínu mati til þess að það komi einhver raunverulegur stuðningur fyrir ungt fólk sem að kaupa sér sína fyrstu íbúð. Við erum búin að úthluta áætlanir. Það er nefnilega í meirihlutin, það er nefnilega fólk að búa í áætlunum. Staðreyndin er þessi Skúli, staðreyndin er þessi. Þið eru búin að úthluta 5 fjölbýlishúsalóðir og þið hafið borgin er sjálf búin að byggja sambýli fyrir 6 íbúðir. Það er eina sem þið hafið gert. Akkurat ekki neitt. Aðrir á að sjá allt fyrir ykkur. Það er fjör í borgarstjórninni. Ég held þið verðið seint saman við þetta. Kæra þakki fyrir komuna Björn, Skúli, Guðfinna og Áslaug. Við komum hérna rétt að vörmu spori með Ragnar Aðalsteinsson. Takk. Sælan er sestur hjá mér Ragnar Aðalsteinsson, hæstaréttarlögmaður. Velkomin Ragnar. Takk fyrir. Þú hefur staðið í þessari baráttu með dómfelldu í Guðmundar- og Geirfinnsmálunum svokölluðu núna í meira en 2 áratugi og niðurstaða endurupptökunefndar lá fyrir helgi og þar var ákveðið að heimila endurupptöku á þessum morðmálum. Ertu ánægður með þessa niðurstöðu fyrir hönd þinna skjólstæðinga? Ég er sjálfsögðu ánægður fyrir hönd allra þeirra sem að njóta endurupptökunnar, það er að segja þeirra sem voru sakfelldir fyrir að bera ábyrgð á 2 mannskvarfum á sínum tíma fyrir 40 árum eða svo. Ég er að sjálfsögðu jafn ósáttur við það að mál Erlu Bolladóttur skyldi ekki vera endurupptekið að því ég tel að þessi mál séu þannig samtvinnuð og samfléttuð að það sé ekki hægt að aðskilja einstaka þætti og einstaklega þræði. Við skulum fara aðeins yfir málið hennar Erlu betur á eftir. Mér langar að spyrja, það er alveg hægt að slá því föstu að þetta er bara mikill áfellisdómur yfir réttarkerfinu á þessum tíma og kannski einhver leyti í þessu ferli öllu, ekki satt? Jú, og sjálfsögðu þá voru gerð alveg ótrúlega mörg mistök, en megin mistökin voru þau að gefa sér í upphafi rannsóknar hverju væri hinni sekku og þar af leiðandi þá beindist rannsóknin ekki í allar þær áttir sem hún þurfti að beinast og árangurum var sá sem við þekkjum. Þetta er náttúrulega búið að vera ofsalega langt og strangt ferli, ekki síður í rauninni að komast í gegnum þetta endurupptökuferli. Er það að þínum að þetta undarlegt hversu fá mál fá endurupptöku á Íslandi?
og við verðum að hafa það í huga að lengst af var það Hæstiréttur sjálfur sem að tók ákvörðun í endurupptökumálum, ekki sem dómstóð heldur sem stjórnvald. Og ég var þess áþreifanlega var þegar ég reyndi að fá mál Sævars Marino Ciesielskis endurupptekið á öldinni sem leið, að það var fullkomin andstaða gegn endurupptöku af grundvallar ástæðum. Það var einhvers konar viðhorf sem að gekk út á það að dómstólar ættu ekki að viðurkenna mistök og það að endurupptökumál væri jafngildi þess að viðurkenna mistök og þá myndi staða dómstólana í hugum almennings falla. Ég auðvitað algjörlega andsnúin þessu vegna þess að ég veit að gera þetta mistök, ekkert síður dómstólar heldur en aðrir og það til þess að auka virðingu dómstólana að viðurkenna maður gerir mistök einstakar sinnum. Og þú telur þá væntanlega að stofnun þessar endurupptökunefndar hafi verið mikið réttabót? Já, hún vissulega er það mikið réttabót að taka þetta frá Hæstarétti og fela þetta óháðri nefnd eins og við segjum. Hæstaréttur á að vísa einn mann í nefndinni. Tilnefnir einn mann? Tilnefnir einn af þremur. Þannig að hann hefur þar áhrif í gegnum það með vissum hætti. En hvað sem því líður þá var þetta skref í rétta átt. Sko, af hverju heldur að kerfið hafi verið og sé svona tregt til að viðurkenna eigin mistök? Er þetta bara ég held að það sé bara hluti af mannlegri náttúru. Við sjáum þetta ekki bara hjá dómstólunum heldur vítt og breitt bæði í stjórnmálum og hvarvetna sem við lítum til allra átta að þá verja menn alltaf gerðir sínar sjálfrátt og ósjálfrátt og eiga mjög erfitt með að viðurkenna mistök sín. Það í rauninni ekki bara Hæstiréttur sem að virðist hafa átt erfitt með að horfast í augu við hvernig haldið var á þessu máli. Ýmsir málsmetandi lögmenn hafa í gegnum tíðina svona tjáð sig þetta mál og þá mjög oft til þess að bera í bætifláka fyrir kerfið. Ég nefni Brynjar Níelsson sem nú er alþingismaður og var formaður lögmannafélagsins og náttúrulega Ragnar Hall sem var settur saksóknari þegar þú reyndir fyrst að fá málið endurupptekið. Finnst þér að lögmannastéttin sé meðvirk með dómsvaldinu? Ég held að þetta sé ekki almennt viðhorf með lögmanna. Það verður samt að hafa það í huga að þegar Hæstiréttur fjallaði málið þá fekk hann ekki að vita allt sem hann átti að fá að vita. Og gríðarlega mikilvæg gögn eins og dagbækur gæsluvarðhaldsfangelsana sem ég dró fram í ljósið á sínum tíma, þær hefðu átt að leiða til þess að Hæstiréttur enduruppteki málið 97 á síðustu öld en vegna þessarar andstöðu sem var að lýsa áðan þá þótti betra að segja nei. Þannig að mér þetta mál er þannig vaxið að það er auðvelt að slá fram einhverju á þess að kynna sér það, en fari maður hann í botnin á gögnunum og skoði þau vandlega, þá sér maður mjög fljótlega að þessi atburðir gerðist ekki með þeim hætti sem að dómstólarnir töldu á sínum tíma og byggðu dóma sín á. Finnst þér ættu þá lögmenn í rauninni, þeir sem eru alltaf sérfræðingar í lögfræðinni, að þá að reyna, finnst þér vera nógu duglegir að gagnrýna dómstóla eða finnst þér hægt að gera það minna einmitt af því sem nefnir að þeir kannski fæstir þekkja hvert og eitt mál nema þeir sem hafa flutta beinlínis sjálfur? Það er vandinn að dómstólar hér er ekki miklu eftirliti hvorki fréttamanna né lögmanna né fræðimanna. Þetta á heimi í akademíunni en af einhverju ástæðu þá er hún frekar slök í þessum efnum. Lögmenn er alltaf þessu sama vanda, þeir þekkja málun út og inn en ef þeir gagnrýna dómstólana þá verður sagt nú lögmenn er svona tapsár. Og má ég bara nefna sem dæma því ég vék að fréttamiðlunum okkar. Daginn þá gekk dómur Brexit-málið í London og sama tíma gengur dómar í Bandaríkjunum gegn forsetanum. Engin fréttamaður hugsaði hvað hefði gerst á Íslandi við sambærilegar aðstæður og svarið hans fréttamannsins hefði verið þetta er ekki hægt á Íslandi, við erum alltaf öðruvísi. Það var stórfrétt að mjög lánandi. Svona svo ég klára aðeins þessu umræðu, það tíðkast náttúrulega ekki að dómarar tjái sig þá dóma sem þeir fella og þeir eru látnir í rauninni bara að tala fyrir sig sjálfir, dómarnir. Finnst þér
þetta mál í ljósi þess að það fyrirfinnst til dæmis ennþá í Hæstarétti dómari sem að koma að endurupptökumálinu. Finnst þér þetta mál til þess fallið að þeir sem að hafa komið að því, dómarar og aðrir jafnvel, þurfa að gera svona hreint fyrir sínum dyrum? Já, ég held að það sé alveg hægt að gera það á faglegan hátt og ég skil sumt af því sem dómstólinn gerðu, annað ekki og það er vel þess virði að ræða það, en það er mjög sterk hefð hérna að dómarar tjái sig ekki það sem gerst hefur, allt öðruvísi heldur en öðrum löndum. Þar taka dómarar þátt í mannréttindastarfi, þeir skrifum dóma sín eigin dómstól og svo framvegis, en það er ekki gert hér. Nei, og er það bagalegt? Það er mjög bagalegt, já. Og mættu gera meira af því? Já, það er til þess fallið að menn skildu betur niðurstöður sem öllum finnast mjög óvæntar og undarlega. Förum aðeins yfir í þessa niðurstöðu endurupptökunefndar. Þú gættir hagsmuna tveggja aðila þessu máli, þar á meðal Erlu Bolladóttur sem fær ekki endurupptöku. Hún sem sagt var dæmd fyrir að bera menn röngum sökum sem voru síðan hafðir í gæsluvarðhaldi svo mánuði skiptir. Saklausir. Hvað finnst þér þessa niðurstöðu? Þú sagðir aðeins áðan að þér finnst þetta undarlegt en segðu mér aðeins betur svona. Það sem að mér, það er eitt af því sem einkennir kannski íslenska lögfræði, það er tilhneigingin til þess að smætta allt og setja í svona litla kassa og líta svo á litla kassan án þess að skoða samhengi málefnisins sem í kassanum. Ég var gagnrýndur fyrir það bæði að setja saksóknara og af endurupptökunefndinni ég færi víðan völl. Það er vegna þess að ég var að leitast við að sýna fram á að með dæmum sem voru sönnuð að þeir sem rannsökuðu málið leiddu menn á glæpstígu og ég sýndi fram á það að þegar einhver saga lögreglumannanna sem allir voru búin að samþykkja var óhjákvæmilega röng af því að það var sá bíll sem var rætt var ekki til og allt öðru þessi bíll hlaut að hafa komið til sögunar eða þegar símar reyndust að vera lokað sem allt var byggt og hafði verið hringt úr, þá breytti bara lögreglan sögunni og fekk maður náttúrulega að samþykkja það. Ég tel að þó að þetta hafi ekki átt við Erlu sjálfa, þá sé þetta á samt 100 mannaratriða til þess fallið að sýna fram á að allir sættu illri, þar að segja ólöglegri meðferð og voru fengnir til að bera atriði með ýmsum hætti. Þetta vill nefndin ekki fallast á. Hún segir við skulum bara skoða þetta í algjör einangrun og þá byrjar nefndin að segja, minnist ekkert á það að beinlínis að það var byrjað að ræða við Erlu Guðmundar-málið þegar hún var í fangelsinu og í Geirfinnsmálið fyrir áramótin, þar að segja 30. desember 1965 og þá var hún að fara að finna það að hún var endur grunn. Síðan er hún heima hjá sér með kornabarnið og þá eru lögreglumennir sífellt heima hjá henni og þeir eru að tala við hana og það er ekki fyrir allan janúarmánuð, það er ekki fyrir í mars sem einn lögreglumæður skrifa minnismiða það hvað hún hefði sagt í miðjum janúar þetta ár. Það er einhver að því að þeir kallar hana vitni, þá er einhver verjendur, þá hefur hún engan verjenda. Síðan er hún öðru hverju tekið niður í síðumúla, stundum gerðar tvisvar sem skriflegar skýrslur, annars engar skýrslur og þar er hún að sjálfsögðu í sífelldum ótta það að henni verði ekkert sleppt, kornabarnið sitji bara heima og hún í fangelsinu. Hún þekkti fangelsi frá því í desember. Þetta að sjálfsögðu leiddi til þess að hún sagði það sem hún þurfti að segja. Það gera allir við þessar aðstæður, hún er ekkert einstæð það. En endurupptökunefndin, hún vill ekki skoða þetta í þessu stóra samhengi hvernig þessi málsmeðferð var öll og tekur hana út úr og segir það gegnur allt öðrum málum hana heldur en alla aðra og það finnur það í gegnum allt hvað þeir reyna að réttlæta þessa niðurstöðu. Þeir tala niður til sálfræðinganna sem að fjölluðu málið, segja að þeir hafi gert mistök, þeim að voru það mistök, þeir hafi ekki fjallað nægilega skýrt þetta og getur þess ekkert að við leidum sálfræðingarna fyrir dóm, fyrir Héraðsdóm Reykjavík til að svara spurningum þar sem nefndin átti þess kost og ákæruvaldið að spyrja það út úr og þá fengust fullkomnar skýringar. Þetta er ekkert fjallað í endurupptökubeiðninni og það er heldur ekkert fjallað það í niðurstöðunni að upphaflega var settur saksóknari mótfallinn því að mál Erlu yrði endurupptekið. Síðan breytir hann skoðun þann 5. september í fyrra þegar við fluttum máli fyrir nefndinni
og sagði að það sama ætti við Erlu og alla hina. Hann fer jú með ákæruvald, þannig þó hann sé settur, þá fer hann með ákæruvald í þessu máli á sinn hátt og ég skil ekki alveg hvernig nefndin getur gengið gegn ákæruvaldinu sem fer með þetta vald að ákveða hvort reyna skuli á sekt eða sakleysi. Þannig að þetta eru svona dæmi um það sem ég er ekki ánægður með. Sko, hvaða stefnu mun mál hennar taka hérna frá? Hvaða leiðir henni færar til þess að fá í rauninu uppreist æru sinnar? Sko, lögfræðilega séð þá eiginlega aðeins ein leið fær, það að kanna hvort að þessi úrskurður, þessi ákvörðun sé haldin slíkum annmörkum að það sé rétt fyrir dómstóla ógildana og þá fyrir málið aftur tilbaka beinum með óbeinu leiðbeiningunum og dómstólunum til endurupptökunefndar. En sko, burt sér frá í rauninni þessum lagatæknilegu atriðum hvað hún getur gert út frá þessari niðurstöðu. Sko, ég held að liggi alveg fyrir sé fullkomlega óumdeilt hversu miklum órétti hún ásamt náttúrulega þeir sem voru dæmdir fyrir þessi meintu morð voru beitt við alla þessa meðferð. Hefur hún einhver tök á því að sækja sér bætur til dæmis úr því sem komið? Ekki við þessar aðstæður, nei. Sko, nefndin, hún fjallar mikið um það að það sé allt saman byggt á játningum en ekki einum sönnunargögnum öðrum eða sönnunargögnum yfir öðru sem styðji játningar. Það er ekkert sem að styður þessar játningar hennar, ekki neitt, ekki það einasta atriði. Og þess vegna kemur mér þetta óvart að þessi leið skuli vera farin og valin. Sko, ef að morðmálin verða, það kemur til greina mögulega að settur saksóknari muni bara einfaldlega krefjast sýknu þegar málin verða endurupptekin og þá kannski fallist á það. Munu þeir þá geta, og þá þeir sem eftirlifendur þeirra, fjölskylda þeirra, munu þeir geta sótt sér einhverjar bætur? Ég tel það, já. Alveg hygglust. Og alveg fjölskyldu þeirra og börn í þeirra stað? Já. En ekkert slíkt er fært fyrir Erlu? Nei, en talandi um bætur á Íslandi, þá eru þær harðsóttar. Ríkið berst mjög ötuluga gegn borgurunum þegar ríkinu er orðið á og reynir að koma í veg fyrir að þær bætur skipti einhverju máli fjárhagslega séð. Finnst þér að þó að sé svo sem ekki engin opinber leið fyrir Erlu Bolladóttur að sækja sér bætur að ríkið ætti samt sem áður að greiðinni einhverja bót fyrir þetta þessa meðferð sem hún var látin setja? Það fyrir bara sjálfsögðu þetta viðhorfi þeirra sem valdin fara á hverjum tíma og það væri svo sem ekkert mjög líkt stjórnvöldum að gera það. Þá verður að viðurkenna það voru stjórnvöld sem beittu sig fyrir skipun starfshópsins og beittu sig fyrir endurupptökunefndinni sem að leiddi síðan til þessara niðurstöðu sem er þetta stór merkilegu í okkar réttarsögu. Rétt í lokin, fjölmiðlar hafa ekki náð neinu tali af Erlu sjálfri síðan að niðurstaðan lá fyrir. Mig langar að spyrja þig, bara getur þú sagt okkur eitthvað um það, hvernig hún tekur þessari niðurstöðu? Hún hugsar sitt mál og með jafnaðargeði og af miklum kjarki og ég hygg að hún muni tjá sig þegar hún hefur yfirvegað þetta nægjanlega vel í rólegheitum að hún er grunnlega ekki talið rétt að tala strax, kannski þegar fjölmiðlar eina morgun. Takk hérlega fyrir komuna, Ragnar Aðarsteinsson. Við komum hérna rétt aftur og verðum spori. Sæl,
Hún sest hjá mér Sóley Bender, sérfræðingur í kynheilbrigði og prófessor við Háskóla Íslands og hún var formaður starfshóps velferðarráðuneytisins breyting á lögum fóstureyðingar og fleira. Velkomin, Sóley. Takk fyrir. Þið skiluðu þessum niðurstöðum ykkar til ráðuneytisins í síðustu viku, eða vikunni sem var að líða, breytingar á þessum lögum sem fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir og fleira. Og þetta eru lög sem sett voru árið 1975 og hafa lítið sem ekkert breyst á þessum rúmlega 40 árum. Ein af þeim breytingum sem þið mæli með, og svona kannski stærsta breytingin þannig séð, svo að konur fái núna sjálfræði, það fái sjálfar að taka ákvörðun hvort það vilji gangast undir fóstureyðingu. Hvað þýðir þetta og hvernig þetta breyting á því sem verið hefur? Já, það má í rauninni segja að ástæðan fyrir því að vera að endurskoða þessi lög það að það er náttúrulega ákvarða langur tími liðinn frá því að þau voru sett. Og líka við þurfum að hafa í huga að þegar að þau tóku gildi á sínu tíma 75, að þá var þetta í rauninni málamiðlunartillaga út af því það voru aðilar sem að höfðu aðra skoðun og sem við vildu að konur væru frjálsar á þeim tíma að taka ákvörðun að fara í fóstureyðingu fram til loka 12. viku. Það náði ekki fram að ganga á þeim tíma og svoleiðis að þó að margir væru hlynntir því og svoleiðis að við þurfum að átta okkur á því að það var til staðar eins og sé fyrir rúmlega 40 árum og meira segja landlæknir hér 1934 lýsti yfir þeirri skoðun sinni að honum fyndist það sjálfsagt mál og konur tæki ákvörðun sjálfar þetta í sínu lífi að eiga barnið ekki. Svoleiðis að út frá þessu sem sagt varðandi sjálfsákvörðunarrétt konunnar að hún sem sagt geti núna í rauninni gengið hún geti óskað eftir fóstureyðingu byggi það á sínu eigin mati auðvitað á fullan rétt á góðum upplýsingum. Hún þarf að geta tekið upplýsta ákvörðun þetta viðamikla mál í sínu lífi og þannig þarf allt kerfið að vera undir það búið að veita henni það eins og verið hefur. En það sem verið að reyna að leggja til það er að hún þurfi ekki að fara í gegnum 2 fagaðila sem meta hvort að hún megi fara í gegnum þetta. Að þeir það verði ekki þannig kerfi og annað að við þurfum ekki að hafa svokallað úrskurðarnefnd. Málin hafa verið þannig að núna á seinni árum að eftir 2006 að þá hefur verið þannig að eftir 16 vikur, ef að konunum komið lengra en 16 vikur, þá hefur öllum málum verið vísað til úrskurðarnefndar. Konur sjálfar hafa lýst í yfir að þeim finnist oft það ferli vera mjög erfitt. Þið leggið líka til að tímamörkin verði lengd. Núna áttu fóstureyðingar að fara fram fyrir 16. viku en þið vilja hafa það 22 vikur. Af hverju þetta? Er þetta lengra eða styttra svona í samaburði við nágrannalöndin til dæmis? Til dæmis í Bretlandi þá höfum við löggjöf frá 1967 og þar fóstureyðing heimil fram til loka 24. viku. Í Hollandi þetta miðað við til loka 22. viku. Í Svíþjóð, það voru lög sem tóku gildi á svipuðum tíma og okkar lög hérna kringum 1970, að þar miðað við 18 vikur. Að þarna með því að hafa þetta til loka 22. viku, að þá náum við í rauninni að ef að til dæmis kona fer í gegnum fósturskimunarferli og við þurfum að fá ákveðnar upplýsingar það sem getur verið mikilvægur þáttur í ákvarðanatökunni, að þá sé það væntanlega allt komið. Og ég vil kannski bara ítreka það hér að það afar sjaldgæft að fóstureyðing fari fram eftir 12. viku meðgöngunnar. Og við erum að sjá að eða yfir 90% 90–94% eiga sér stað innan við 12. viku og innan við 16. viku það 98% hér í 2015. Þannig
kannski sá ótti að konur væru síðan að skiluru framlengja þennan tíma og bíða með að fara í fóstureyðingu afar ólíklegt. Sko bara fjöldi fóstureyðinga á Íslandi, hann hlutfallslega mikill eða lítill, eða erum við í rauninni á pari bara við svona löndin sem við miðum okkur við? Það reglulega gerð úttekt á þessu Norðurlöndunum og í síðustu skýrslu frá 2013 að þá kom fram að svona sem sagt tíðni fóstureyðinga hér per 1000 konur 15-49 ára var 12,5 en meðaltalið yfir Norðurlöndin var 13,5 þannig að við erum í raunin ekkert eitthvað hærri heldur en á öðru Norðurlöndum. Það eitt sem að vekur athygli mína að þið viljið breyta hugtakanotkun í kringum fóstureyðingar og hætta einfaldlega að nota orðið fóstureyðingar og fara frekar að tala þungunarrof. Já. Af hverju? Það út af því að fóstureyðingar hugtakið gildislaðið hugtak og við sjáum það líka í nágrannalöndum okkar að það ekki verið að nota svona hugtak þar. Í Danmörku svangerskapsafbrýð og í Bretlandi termination of pregnancy. Hvaðan kemur þetta? Af hverju tölum við fóstureyðingar? Það er bara góð spurning að hvaðan það upphaflega var komið og svoleiðis að þarna erum við kannski bara að samræma miðað við á öðrum stöðum að huga að okkar hugtakanotkun, hvað þetta varðar. Heldur að þessi hugtakabreyting muni svona breyta því hvað fólki, eða svona, breyta því hvað fólki finnst þetta, létta einhvern veginn tal, kannski kvenna sem að vilja gangast undir þá þungunarrof, þessa ákvörðun og í rauninni eitthvað, heldur breytir eitthvað hugsunarhættinum í kringum þessa aðgerð? Ég held að við séum kannski bara að segja að þarna inngrip í líkamanni í byrjun þungunar og þungunar hugtakið vísar til yfirleitt byrjunartíma. Við notum til dæmis hugtakið þungunarpróf og utanlands þungun. Þetta eru hugtak sem við notum einmitt í byrjun þungunar að aftur á móti meðgönguhugtak eitthvað sem við erum oft miklu jákvæðra í tengslu við fæðinguna sjálfa og ganga með barn. Þannig að þarna í rauninni verið að leggja áherslu á þarna. Þetta í byrjun þungunar sem að einstaklingurinn stendur frammi fyrir þessari ákvörðun í sínu lífi og þarna eins og sé bara númer 1, 2 og 3 og eins og við leggjum áherslu á þarna í þessum tillögum það að staðið sé vel að allri fræðslu og ráðgjöf. Þetta virkar fyrir mann eins og það sé svolítið bara verið að breyta löggjöfinni í samræmi við það hvernig samfélagið farið að hugsa þessi mál. Þetta er náttúrulega mjög umdeilt víða út í heimi, sérstaklega Bandaríkjunum, en miklu minna hérna. Nefndin var sett á stað í tíð fyrrverandi heilbrigðisráðherra, áttu von á því að núna ný ríkisstjórn og nýr heilbrigðisráðherra taki þessu vel og muni skila frumvarpi svona í takti við niðurstöður ykkar? Já, ég kynnti þetta fyrir núverandi heilbrigðisráðherra núna og reynda kynntum líka fyrir fyrrverandi heilbrigðisráðherra að það sem að tók langa tíma að mynda stjórn og svoleiðis að við hefum fengið jákvæðar undirtektir innan ráðuneytisins í sambandi við áframhaldandi vinnu og það náttúrulega væri gríðarlega mikilvægt væri hægt áfram að vinna bara markvisst og vel í að koma þessu málefni í góðan farveg. Já, það sannarlega von okkar sem við hefum setið í þessari nefnd að svo mjög vera. Langar að fara örstutt. Það er töluvert talað líka, náttúrulega bæði í lögunum og svo í skýrslunni ykkar kynfræðslu og meðal tillagna hjá ykkur eru að auðvelda aðgengi að getnaðarvörnum, bæði hormónagetnaðarvörnum og smokkum. Er þetta stórt og mikilvægt atriði þegar kemur það bara kynheilbrigði ungmenna á Íslandi? Já, ég myndi segja að við sjáum þetta víða í nágrannalöndum okkar, að fólk fær aðstoð í sambandi við þetta og til dæmis í Bretlandi erum við búin að hafa ókeypis getnaðarvarnir þar í áratugi.
Þetta mismunandi hvernig framkvæmdin í hverju landi, hvort það miðað við 20 ára aldur eða hvort það einhver önnur tímamörk og hvernig þetta skilyrt allt saman. En það sem við erum eiginlega að koma inn á þarna að í lögunum frá 1975 þá var þar minnst á það að ætti að stefna því að niðurgreiða getnaðarvarnir. Það hefur aldrei komið til framkvæmda. Nei. Og svoleiðis að nú þurfum við kannski bara að skýra það betur og svona aðgerða að binda þetta betur með ákveðna aldurshópa í sambandi við líka konur sem að standa höllum fæti í íslensku samfélagi og þannig að þetta sé bara skýrari línu hvernig við síðan vinnum eftir þessu. Já. Sóley, kæra þakki fyrir komuna og komist ekki með þetta lengra. Nei, takk. Við verðum hér aftur í Silfrinu að viku liðinni. Takk fyrir okkur.